og þið ráðið, þið getið beint spurningum til allra eða einhvers ákveðis, en bara hver vill vera fyrstur, gjörðu svo vel. Engin ríð á vaðið. Eigum við ekki bara að fara heim eða hvað? Já, gjörðu svo vel, Ólöf. Þegar það var farið fram á það við mig að ég taki þátt í þessum pallborðsumræðum vegna þess að það á að byggja hótel á Grímsstöðum og Fjöllum. Í mínum huga eru mörgum spurningum ósvarað, en ég lít líka jákvætt á hugmyndina. Það var margir sagt hvernig ósköpunum á að fara að byggja hótel á Grímsstöðum og Fjöllum, þar ekki neitt. En að hverra mati ekki neitt þar. Við skulum velta því svolítið fyrir okkur. Séra Jón og Jón, það var komið fram á það í framsögu erindi hér áðan. Ég held að við þurfum að gæta vel að okkar fordómum og viðurkenna þá bara. Ég sé engan mun á því hvort að það Svisslendingur, Kínverji eða jafnvel Íslendingur sem gengur hér jarðir, kaupir þær upp, lokar þeim fyrir aðgengi. Við skulum ekki grípa frammi. Ég var á ferðalagi á Snæfjallaströndinni fyrir örfáum árum. Þar eru allar jarðir komnar í eyði. Þar búið að girða allar af og það var prívatskilti á hverjum einasta afleggjara og hliðið var læst. Ég vil ekki sjá landi svona og þarna voru Íslendingar sem áttu jarðirnar. Ég vil ekki sjá það. Ég velti líka fyrir mér. Það málþing hér uppbygging á Grímsstað og Fjöllum. Það bættust við 2000 gistirými á höfuðborgarsvæðinu á síðastliðnu ári. Það ekkert málþing verið haldið út á því. Það furðulegt. Ég bara spyr. Finnst okkur það ekkert skrítið? Hver að gista þar? Það spurning hver á að gista og það spurning hver á að vinna og spurning allt hitt. Hverjum hefur dottið það í hug? Af því að maður heyri það að það ekki hægt að byggja golfvöll á Grímsstöðum í Fjöllum og ég veit ekki hvað og hvað. Ég veit ekkert hvað sagt í þessu. En ég fór að hugsa það, hverjum hefði dottið það í huga, hefði verið möguleiki að byggja skíðabrekku í Dubai. Kannski vekur þetta einhverja spurningar hjá ykkur og sá að ég var tilneydd til þess að ríða á vaðið með umræðuna, gjörðu svo vel. Já, þakka fyrir Ólöf. Ég trúi því að nú hafa einhverjar spurningar vakna hjá ykkur og hver vill vera næstur? Já, gjörðu svo vel. Já, þú ræður alveg, Kristján. Góðir fundamenn, það sem ég vil nú gera kannski fyrst að þakka atvinnuþróunarfélögum og öllum sem hafa staðið að þessu fundi hér til að ræða það metnaðarfullu áform sem Juan Noubo, sem ég er búin að læra loksins að segja núna og bera fram, með uppbyggingu á svæði sem engum Íslendingum hefur nokkuð tíma dottið í hug að fara að byggja upp. Og ég get ekki undir það sem að síðasti ræðumaður hér sagði, ég sé engan mun á því hvort að maðurinn Evrópubúi, Svisslendingur eða Frakki, Bandaríkjamaður eða Kínverji eða Íslendingur. Skiptir mig engu máli ef að þeir farið eftir íslenskum reglum, þar með talað vinnurétt, íslenskum reglum sem auðvitað ekki hægt að fara fram hjá gagnvart umhverfismati og skipulagslögum, öll þessi atriði eru gulltryggð í íslenskum lögum og þau gilda fyrir alla sama hvað þeir heita og sama hvernig þeir líta út. Þess vegna segi ég, það með ólíkindum sú andstaða sem þessi áform hafa fengið hér á Íslandi. Og ég skal taka annað dæmi vegna þess að það hárrétt sem að Ólöf sagði hér líka áðan, það hefur ekkert farið neitt í umhverfismat en einu umræðu fjölgun og gistirýmum 2000 í Reykjavík. Þess var krafist að hugsanleg samgöngumiðstöð Reykjavíkurflugvöll færi í umhverfismat og bílastæðin ættu þar að vera öll neðanjarðar, en þegar háskólinn í Reykjavík var byggður á sama svæði þá þurftu þau ekki í umhverfismat og ég held að séu 1000 bílastæðir ofanjarðar.
allt sem þú vilt að aðrir menn gjöra yður skulu þér og þeim gjöra, sagði ég einu sinni við fulltrúa Reykjavíkurborgar, en það virkar ekki. Og það skiptir mig engu máli, Eiríkur, það skiptir mig engu máli hvort að Marriott hótelsamstæðan byggir hótelkeðjan, alþjóðlegur hringjur byggur luxushótel í Reykjavík eða Hvannúbó eða einhver aðrir. Og það sem hér var rætt með beina erlenda fjárfestingu, við eigum að auðvitað efla hann og fá meira til landsins. Þess vegna þetta verkefni snýr algjörlega að þeim atriðum sem hér eru. Og við eigum ekki vera með þann aumingjaskap, vil ég segja, að agnúa svo út í þetta verkefni, og ég hef stundum á tilfinningu það sé eingöngu vegna þess að maðurinn í Kínveri. Það líka vegna þess að yfirstjórn fjármunum í landinu löðrandi í mávisma. Þetta grundvallaratriði, þess vegna segja ég það enn einu sinni, þakka ykkur fyrir að halda þessa ráðstefnu hér, þakka sveitarfélögunum fyrir það frumkvæði sem þau hafa tekið upp eftir þetta lendi því andstreymi sem það gerði varandi kaupin á landinu. Höldum áfram á fullri ferð, vinnum að framgangi þessa verks eins og öðrum verkum sem við erum að vinna hér á þessu svæði, sama hvort það heitir Vaðlaheiðargöng, lenging flugvallar, atvinnuuppbygging á Húsavíkursvæðinu, raforkuuppbygging á Norðausturhorninu, hvað það er. Þetta allt saman á flegiferð og við þurfum að fylgja þessu eftir og landa þessu málum og klára þau, vegna þess að þá mun ýmislegt gerast að því sem að hér hefur verið talað meðal annars að Kjartani og fleirum. Þetta einstakt tæki færi fyrir okkur hér og við höfum að bretta upp ermar og koma þessum málum öllum í höfn. Þar með talið þessum metnaðarfullu áformum Hvannúbó á Grímsstöðum og Fjöllum. Takk fyrir, Kristján. Orðið laust. Já, gjörðu svo vel. Sigurður Guðmundsson, sýnist mér, ætlar þú að koma hér upp? Þeir eru komið sæl, ég heiti Sigurður Guðmundsson og er bæjarfulltrúi hérna á Akureyri. Ég nú bara þakka fyrir hennar fund svona til að byrja með, þó að mér hefur fundist hann svona minna upplýsandi heldur en ég bjóst við. Ég nú bara að sækja held ég flesta þessa fundi sem hafa verið haldnir þessa uppbyggingu og rauninni vakna fleiri spurningar eftir sem fundinir eru fleiri. Og mér finnst þessi fundur ekki hvorki upplýsandi hvað í rauninni á að gera á Grímsstöðum eða hvert þetta muni leiða. Mér finnst vanta hérna hugsanlega í þessa umræðu líka þegar við erum að halda á svona fund, tala ekki málþing, að hér séu fleiri raddir sem eru kannski með efasemdir verkefnið. Og það er ágætt að fá ráðherra hérna Krista Möller til að selja hugmyndina og helst að klára hann og skrifa undir bara núna eftir á þess að spyrja nokkru spurninga. Þar snýst ekki málið. Þetta stórt verkefni og við þurfum að velta öllum steinum upp til að finna hugsanlega einhverja vankanta hvað við erum að gera. Við erum að kynna risastórt verkefni upp á einhverja 16 milljarða og ég ætla að biðja ykkur sem eru hérna inni að rétta upp hönd sem að mætt á einhvern fund varðandi þetta verkefni og hverjir hafa farið á fundið þar sem þetta verkefni eru kynnt hérna áður. Annar en þennan. Og hvað hafið þið hérna, og þá spyr ég aftur, þið hafið væntanlega lesið flestum í fjölmiðlum hvað verkefni snýst og eina sem kynnt fyrir okkur hérna að byggja hótel fyrir 400 manns, 200 gistrými fyrir 200 herbergir eftir að satt, kringum 400 manns sem koma til með að gista. Og þarna að vera 400 manns við vinna, við byrjum á því. Og það svona spurning sem ég ætla að beina til Kjartan, svona fyrsta spurningin sem ég myndi vilja fá svar við, að það kynnt fyrir okkur að þetta 400 manna vinnustæður og við horfum á 400 manns og það búið að kynna fyrir okkur sveitarstjórnarmönnum að upptökusvæði vinnuaflsins sé í næsta nágrenni. Og við erum búin að sjá skilgreiningu á hvernig þessi störf skiptast sem 10% stjórnendur, við erum með 20% ófaglært og við erum með 70% fagmenntað og það að 20-30% háskólamentað. Þegar við skoðum þessa tölur og ætlum að búið til svona vinnustofa á Akureyri og náðu þennan mannafla, eða mannauð til að vinna í þessu fyrirtæki, að hér í 18.000 manna samfélagi hér á Akureyri og rúmlega 25.000 tökum fjörðinni heild sinni, við bara getum þetta ekki.
Og þegar ég segi, þegar við erum að tala 400 mann vinnustað, þetta söluningin, þarna vinna 400 manns og það eru 400 mann sem vinna og þetta eru Íslendingar. Við horfum í þetta. Okkur kynnt 400 mann vinnustaður og við horfum öll sem eitt að megnum til að þetta sé. Eina spurninga, Sigurður. Já, býtu. Ég spyr bara þá í framhaldinu, því mín skoðun svo að þetta fólk fáist ekki þarna fyrir austan til að vinna það og þar að leiðandi gengur það algjörlega gegn söluhugmyndinni að þetta sé Íslendingar sem eru að fara að vinna þarna megnum til. Ég horfi miklu frekar á að þetta sé svona 300 til 320-30 erlendu mannauður sem kemur að inn og þetta verður svona 50 til 70-80 störf sem eru hérna fyrir íbúa þá í nágrenni við Grímsstaði. Og þá ætla ég að spyrja bara Kjartan sem nú búin að velta þessum málum fyrir sér að hann kom aðeins inn á vegalendinnar frá Grímsstöðum, hann nefndi Laugar, hann nefndi Mývatn, hann nefndi Húsavík og nefndi Akureyri. Getur þetta hreinlega gengið upp að það sé að manna þetta með mannauð á svæðinu á 400 mann vinnustað upp að Grímsstöðum? Og í annar stað ætlaði að spyrja Þorvald Lúðvík sem ég veist þetta var spurningum en eitt sem ég meðlega að fá svör hjá Kjartani að nú búið að leggja drög á samning varðandi leigulandinu fyrir hönd félag sem var stofnað fyrir rúmri viku fyrir hönd stjórnar sem hafði enga aðkomu að þessum leigusamning. Ég vil bara spyrja bara hvernig klárar svona hlutir? Eru menn ekki bara komnir langt fram úr sér og farnir að vinna hluti á eins og þeir sem eru faktisk að kaupa landi sem eru sveitarfélögin sem hafa enga aðkomu með leiguna við leigutaka litla, því það búið að ganga nú þegar og kynnir að nú fari fram leigu viðræðu við væntanlega leigutaka en faktisk búið að drafta upp samningin upp að einhverju 90%. Takk. Þakka þið fyrir. Fá einn í viðbót á þannig að þeir svara. Það virðist ekki brenna á einum en einum akkurat þessa stundina. En það er kannski ein spurning hérna frá mér. Já, Reinhard, maður hefur heyrt það að þeir sem búa á Grímsstöðum og Fjöllum að þeir viti mjög lítið þessi mál og þeir hafa komið fram í fjölmiðlum og sagt að það hefur lítið verið talað við þá. Hvað segið um það, þið framkvæmdastjórar atvinnuþróunarfélagana? Er það tilfellið eða hvernig standa málin? Reinhard, gjörðu svo vel. Já, nú veit ég ekki hvort að mikið eða lítið talað við ábúendur á Grímsstöðum frekar en bara fólk almennt. Ég held að sé talað við það fólk eins og annað fólk og ég get alveg upplýst það að við höfum verið í sambandi við ábúendur á Grímsstöðum þessi áformum þá vinnu sem að við höfum verið að vinna. Þannig að ég veit ekki í hvað alltaf verið að vísa þegar ekki sagt að það sé verið að tala við fólk eða fólk sé ekki upplýst. Mér langar bara aðeins svona í framhaldi af þessu koma líka að halda okkur kannski svolítið við það auðvitað voðalega gaman að vera í fantasíunum, það að segja að velta fyrir sér hvað getur framtíðin borið spennandi í skauti sér og það allt saman og það auðvitað nauðsynlegt og það drífur okkur svolítið áfram í lífinu kannski en það er líka ágætt að staldra bara við staðreyndirnar í þessu máli eins og það liggja og var að mínum veiti farið ágætlega hér yfir svo sem í framsögunum. Það að segja, Þórður fór ágætlega yfir það inn í hvaða ramma erlendir fjárfestar og erlend fjárfesting kemur hér og það gildir ekkert annað þessa erlendu fjárfestingu mögulega heldur en bara aðra slíka. Ég held að það hafi verið dregið ágætlega hér upp svo í framhaldinu. Menn að tala hér eðlilega lóðaréttindi skulum við segja í kringum mannvirki og fasteigni sem að viðkomandi fjárfestir í. Síðan eru eðli málsins samkvæmt vegna eðlis þessarar starfsemi og þess aðdráttarafl sem er grundvöllur fjárfestingarinnar sem að við getum sagt að séu víðernin og þetta opna svæði að þá eru menn að draga upp rammum það með hvaða hætti verður það umhverfi til einhvers tíma tryggt og það er verið að leggja það upp hugmyndin sé í gegnum fólkvang. Þetta eru svona þessar staðreyndir sem að liggja nú þegar á borðinu.
síðan fannst mér mitt þetta vera ágætlega rammað inn hérna í lokin, ég ætla ekki að gleyma áspyrni vinnu mínum í sko ferðarþjónustunum með þá fjárfestingu, en við erum svo upptekin af þessu sem samfélagsverkefni að ég bara vona að menn hafi tekið eftir svona nálguninni hjá Kjartani, að þetta þetta þannig að hérna, eins og bara önnur stór verkefni sem kom upp í samfélaginu, það á því ótal hliðar og ég held að það sé engin í þeirri stöðu eða þessu umkomin í dag að segja nákvæmlega fyrir sko niðurstöðun á því öllu. Það svo vinna sem verið að leggja áherslu á að fara í að vinna núna framundan. Og þess vegna skiptir máli að samhliða, við skulum segja tæknilegri, getum kallað það þrengri samningagerð kaup, leigu og afnót og allt þetta, þá eru menn auðvitað að vinna líka jafnhliða skipulagsvinnu og umhverfismatsvinnu, en þetta auðvitað verkefni þeirri stærð að það klárlega náttúrulega tilkynningarskylt, framkvæmdirnar sem slíkar, bara samkvæmt gildandi lögum í landinu það, kannski ekki endilega nákvæmlega matskilt en örugglega tilkynningarskylt, og síðan þetta skipulagsvinna sveitarfélagana, ég segi sveitarfélagana, kem þá aðeins inn á spurningu sem var nú að vísu beint í Kjartans, en ég tel mér að hafa einhverja skoðanir á líka sem atvinnuþróunarfélagsmaður, þar sem við erum að spá í sko hvaðan kemur vinnuafl og alla þá möguleika. Og þetta snýr skipulagsmálum, að minnstakosti 2 sveitarfélaga, dálítið mikið. Það segja Norðurþings, eðlilega, þar sem mannvirkin eru, og í mínum huga klárlega Skútustaðahrepp sem svo byggð sem næst liggur þessu og mjög langt líklega svona horfandi bara á málið svona í fyrstu yfirferð, að hérna myndi byggja upp þjónustu varðandi þessa starfsemi. En ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að menn svona fari aðeins niður á jörðina með það, þetta félag sem var búið til, það var búið til með skýrum tilgangi, það var að undirbúa kaup, eignarhald og útleigu á þessu landi. Og það þýðir það að það eftir að vinna þá samninga, og það fleiri en einn samningur sem þarf að ganga upp og snýr meðal annars að ríkinu og ívilnanirnar, og það ekki fyrir en að því, kann man segja, sá hringur allur lokaður, að menn geta sagt, já, nú förum við, eða hann gengur ekki upp og við gerum þetta ekki. Ég vil bara örstutt fá að koma inn í það að hérna, það sé verið að tala um það að það sé búið að semja, það einfaldlega ekki þannig. Menn verður hins vegar að gera sér grein fyrir því að við erum að tala hér aðila sem á sínum tíma gerði kaupsamning, að kaupa land fyrir ákveðið verð. Það mál gekk ekki upp. Hann reynist svo reiðubúinn til þess að leggja fram í raun og veru sömu fjárupphæð með alveg sömu óafturkræfni, þar sé að leggja hana fram, borga hana án þess að geta tekið hana tilbaka, fyrir önnur réttindi sem ég held að við munum flest vera, ef við erum sanngjörn, telja að væri minna virði. Það að segja leiguréttindi, einhvers konar afnotaréttindi til einhvers takmarkaði tíma, ekki til allra eilífðar eins og kaup í eðli sínu eru. Þannig að það hlýtur að vera eðlilegt að menn hafi reynt að velta því fyrir sér, einhver atriði þar sem að hægt að setja niður, sem að annarkvæmt stoppa málið bara strax, nei þetta gengur aldrei, eða einhver atriði sem menn geta sett niður fyrir fram að sig, þetta geti gengið inn í væntanlegan samning. Ég legg inn áherslu á það, inn í væntanlegan samning. Já, takk Reinhard. Þorvaldur, næstur? Ég ætla bara aðeins að fá að svara Sigurði beint. Mér heyrist nú reyndar kollegi minn Reinhard, það var svarað honum ágætlega varðandi það hvaða umboð við höfum, hvaða vinnu við höfum innt af hendi og hvað liggur fyrir á þessum tímapunkti. Framhaldaði og þeirri vinnu verður einfallega þannig að við förum að tala beint við þessa aðila það hvað í spilunum. Það sem að kynnt hefur verið á lokuðum fundum sem að þú sast, Sigurður, voru hugmyndir að mögulegum samningum sem hið óstofnaða félag kynni að gera. Þannig að þetta frekar mikil framtíðamúsík og ekki hægt að hengja sig í eitthvað sem að það gert eða sagt fyrr en sest niður til að semja og þá í rauninni fyrir hönd undirbúnings félagsins. Þannig að því sé bara algjörlega svarað skýrt. Aðeins smá viðbót við það sem að Reinhard sagði jafnframt. Þá ramminn utan um þessa væntu fjárfestingu, ef að verður. Hann þessi ívilnunarlög nr. 99 frá 2010 og mér langaði bara til að kasta fram í salinn, í rauninni það eru 5 fordæmi komin samkvæmt í erlend fjárfesting samkvæmt þessum samningi og ég held að sé upplýsandi fyrir salinn í ljósi þeirra umræðu sem hefur farið þessa fjárfestingu að nefna þau fordæmi.
Það í fyrsta lagi og nærtækast að nefna Becromal, fjárfestinguna hér, sem jú erlendur aðili, sem að reka hér verksmiðju. Það Torsil, það Vörn Holding, gagnaver, það einhvers konar indverskur heilsubúgarður áætlaður fyrir austan fjall og lítið hefur heyrst en það ætlað sér indverskur auðkýfingur að fara að heila fólk fyrir austan fjall og það virðist verið í góðu lagi. Nú síðan 5. dæmið og síðasta dæmið sem var samþykkt í síðustu viku samkvæmt þessum lögum nr. 99 frá 2010. Það stálbræðsla í Hvalfirði, GMR. Þetta bara til þess að gefa ykkur dæmi breiddina sem verið hefur hingað til í fordæmunum og ef við pörum kannski þessar framkvæmdir allar saman við umhverfisvæna ferðaþjónustu. Ég veit það ekki, ég legg það út í dómsalarins að spyrja sig sjálf. Já, takk. Kjartan. Já, þetta náttúrulega mjög lógísk og í raun og veru mikilvæg spurning sem að Sigurður setur fram það mitt hvaðan á þetta fólk að koma sem að ætti þá að starfa þarna. Og það kannski erfitt að fullera nákvæmlega hvernig þetta lítur út, en ef ég ætti svona að leggja mitt mat á þetta þá náttúrulega eiginlega alveg útilokað að það sé hægt að fá einhverja 400 manns bara úr svona næsta nágrenni það búa bara ekkert einfaldlega 400 manns í næsta nágrenni þannig að það bara tveir möguleikar í stöðunni annarkvort fær maður fleiri til þess að flytja í næsta nágrenni eða maður fær fólk til þess að vera þarna eitthvað tímabundið. Það bara nokkuð einfaldur ekki stæmi það samt sem áður það er ekkert útilokað það sé hægt að fá einhvern slatt af þessu fólki til þess að þessum starfsmönnum til þess að búsetja þess að í nágrenninu en þá kannski horfum maður í reynslun annars þar frá landinu að fólk myndi vilja vera einhvers þar sem þjónusta ætlar sveitarfélagið að koma upp skóla á Grímsstöðum og Fjöllum til þess að servisera fólk sem vil búa þar það svona bara spurning fyrir sveitarstjórnarmenn eða vilja menn þá láta menn búsetja sig í næsta nágrenni sem þá væntanlega Mývatn það mjög ósennilegt að fólk fari eitthvað að keyra sig í stórum stíl lengra eins og frá Akureyri til Grímsstaða nema þá einhver bara svona lítill hluti en þetta allt bara svona framtíðarmúsík sem að erfitt að spá finna maður veit nákvæmlega hvað það sem að náunginn að pæla sína starfsemi og það kannski líka eitt sem ég myndi vilja benda áfram þetta með að það í sjálfsög jákvætt að við setjum þessi spurningamerki við þessa uppbyggingu já, það hafa verið byggð 2000 hótelherbergi í Reykjavík, það var líka byggt hálft Reyðarfjarðarálver og hálf Kárahnjúkavirkjun á sama tíma og þær framkvæmdir voru í gangi og það setti engin eitt spurningamerki við það þannig að kannski vandinn ekki sá að það sé verið að setja of mörg spurningamerki við uppbyggingu utan stór höfuðborgarsvæðisins heldur kannski frekar það sett allt og fá spurningamerki við það sem verið að brambolta ég held að sveitarstjórnir á höfuðborgarsvæðinu hefðu alveg mátt spyrja sig aðeins kritiskar hvað þær voru að gera og hvort það hefði mátt leggja aðeins færri hringtorg vellina í Hafnarfirði áður en að hrunið var en ég held að þetta sé bara líka mjög jákvætt að menn að eiga þessa umræðu hér hvort sem verður af þessu verkefni eða einhverju öðru að þá svona þetta brýtur nýtt land í hugsun okkar við förum að hugsa þetta svæði á annan hátt en við kannski höfum gert og við svona kannski erum þá tilbúnari næst, ég meina mörgum liggur á að svona verkefni séu kláruð fljótt og vel og vantarlega eru einhverjir sem að hugsa í svona kjörtímabilum ég vil meira hugsa í uppbyggingu til næstu 50 eða 100 ára en mér alveg sama persónulega hvort að þetta gerist eða eitthvað annað á næstu misserum en þetta allt saman partur af umræðu sem að skilar okkur eitthvað áfram þannig ég held að mig líka horfa á það tækifæri sem að svona bara
skapast almennt til að spá í þetta landsvæði og sjá það með nýjum augum kannski, sem að örugglega gagnast okkur öllum. Já, ertu búinn? Já, takk, þá það Ólöf. Já, mér langar kannski aðeins að koma inn á að Sigurður hefur áhyggjur af því hvað mannaflinn fæst til þess að vinna þarna við hótelið á Grímsstaðafjöllum ef af því verður. Það nú bara þannig í dag, og mér þetta ekki í huga neitt að það ekkert launungamál, að í okkar litlu landsbyggðum, sem eru margar og mismunandi, þá tekst okkur ekki að fá mannafla af okkar nærsvæði til að vinna yfir háanina sem júní, júlí, ágúst, og vonandi verður við náttúrulega miðað því að ferðaþjónustan verði heilsársgrein en ekki bara svona sumargrein. Nú, ég með 30 starfsmenn í mínu fyrirtæki og flestir þeirra koma einhvers staðar annars staðar að og ég þarf að útvega þeim húsnæði og fæði á staðnum. Ég reikna með, ég hef reyndar ekki orðið vör við það að nokkur einasti aðili hafi nokkrar áhyggjur af því hvernig mér gangi að ráða fólk. Það nú eiginlega bara þannig. Og mér dettur ekki í hug að ég ætla ekki að fara að hafa áhyggjur af því hvernig þeim gengur, ef af hótelbyggingu verður, hvernig þeim gengur að ráða fólk. Ég segi það, ég hef verið árið 2007, var ég einungis með útlendinga í vinnu. Það var ekki út af því að ég endilega vildi það, heldur var ekki hægt að fá Íslendinga í vinnu. Og það var töluð bara enska á vinnustaðnum, það var bara þannig. Auðvitað fengum við margar gagnrýnisraddir fyrir það, sérstaklega frá eldri Íslendingum, því ekki að neita, en svona bara ástandið. Við erum með starfsmenn víða að úr heiminum og þeir eru ekkert síðri heldur en Íslendingarnir. Það bara staðreynd. Já, takk. Benedikt, gjörðu svo vel. Já, ég að við að taka fyrir góðan fund og við gaman það sem er vinna alltaf það. Það eitthvað vandamál og þessi útlendingar sem að vinna? Síðustu 3 eða 4 árin sem ég að búa á hótelinu Reykjavík þá yfirleitt bara útlendingar sem svara mig. Þannig að ég sé ekki vandamál í sjálfu sig. Þannig að spurningi minnst kannski frekar á öðru þegar við erum okkur komið svo langt þegar kemur þessum skipulagsmálum og ef að þessu verður þá náttúrulega fellur þannig undir ákveð skipulag og kannski til að koma fastanumgjöld og svo leiðis eins og þið vitum náttúrulega að það er olíukynningar sem frá þetta þarf að koma upp til rafmagn. Er það hluti af þeim pakka sem handlar okkur það sjálfur eða er það í verkahring sveitarfélagsins í þessu tilfelli að koma eitthvað varðandi vegi og uppfylgja þorpi og því það skapast eitthvað í kringum þetta líka sem að sveitarfélagin eða sveitarfélagi í þessu tilfelli. Já, takk. Byttu nú við. Það var, já, gjörðu svo vel Hjálmar Bogi, sýndist mér að vera. Fundarstjóri, góði fundamenn, Hjálmar Bogi heiti ég, bæjarfulltrúi í Norðurþingi og ég nú byrja að segja við bæjarfulltrúan Sigurð að menn geti í annan stað ekki gagnrýnt það menn séu komið land fram úr sér og hinn staðinn gagnrýnt það að menn veit ekki neitt. Ég vildi spyrja hann Þórð Hilmarsson að ef við segjum bara, við séum með tímalínu og við upphaf verkefnisins erum við í 0 punkti og við ætlum að fara í punkt sem er 10 af því að það er gagnrýnt að við séum komin langt fram úr okkur, við veitum ekkert, en svo vitum við aftur ekkert hvað hann að fara að gera. Hvar erum við svona stödd á tímalínu, svona sirka, af því það bara verið að kanna og skoða þessu hluti og aðeins til gamans að það er fallegu staður í Norðurþingi sem heitir Raufarhöfn. Það er búið 183 í dag hann var seldur. Fyrir 10 árum síðan bjuggu þar 487 og sá staður var ekki til í kringum 1910, hann verið til árið 1920. Þannig að hugsanlega getum við séð fram á það að á Grímsstaðafjöllum verði 1000 manna byggð eftir 50 ár. Takk. Svanfríður, gjörðu svo vel. Ég bara spyrja. Það búið að tala hér þessa fjárfestingu og við erum að tala gistirými fyrir 400 manns og hér hefur það verið nefnt það voru til ný gistirými fyrir 2000 manns í Reykjavík á þessum tíma án þess að það er haldið þessar málting. Ég velti fyrir mér og mér finnst gott að því tækt að tala það ágættur okkur að fá svona ný viðfangsefni
sjáum eitthvað nýtt. En ég velti því fyrir mér, ef það væri íslenskur aðili sem hefði keypt landið á Grímsvötnum sem búið að lengi til sölu og hann hefði keypt á 15 milljónir eða 12 milljónir sem var hægt að fá það fyrir og hefðist byggja þar hótelaðstöðu fyrir alltaf 400 manns, væri þetta málþing til í dag? Bara einn lítil spurning. Takk, það var einn þarna aftar sem ábyggilega var að biðja orðið. Er það vitleysa? Njáll, gjörðu svo vel, já. Já, fundarstjóri, takk fyrir fundin. Ég vonum umræðu í bæjarráði morgun hérna á Akureyri. Ég heiti Njáll Trausti Friðbjörnsson og varabæjarfulltrúi hérna í bænum hjá Sjálfstæðisflokknum. Og þeir sem vita ekki þá hef ég komið að rekstri í ferðaþjónustu og rannsóknum og mikið hugsað þetta frá barnsaldri. Það sem ég vildi kannski aðeins fá frá Þórði, vegna þess að sú umræða hefur svo sem ekki komið neitt hefur komið inn á það. Það er þessi lög, ég held að hann sagt nr. 99 frá 2010, þessi nýju ívilnunar löggjöf. Þetta og Þorvaldur Lúðvík að tala um eitthvað fordæmi, 5 fordæmi, sem að ekkert af þessu fordæmi gat séð svona sem hefðbundin íslenskur samkeppnisrekstur í þessu þjóðfélagi sem við búum. Hann myndist á Bekromal, Stálverksmiðju ekki, Werner Global og eitthvað tengt viðbót. Þannig að það er það sem er líka, hvort sé hætt að við getum eitthvað markaðsbrestur í þessu í atvinnugreininni með því að erlendur aðili, fjárfestingaraðili fái ívilnun en eru að sama skapi í samkeppni við næstu sveitir og aðila í gistirekstri í næsta nágrenni. Auðvitað þetta 40 km á Mývatnssveitina en auðvitað verður það beitt samkeppnisaðila, þetta er vel að næsta byggð við hliðina. Þannig að hvernig þetta hefur verið og hann talaði ég hef ekki séð þetta og mér endar í öllu þessu máli. Ég er nú jákvæður í samtíð ferðaþjónustuna og vill henni allt eitt besta, eins og kannski fólk þekkir. En ég var á svo fundi í Heiðabæ 11. maí og það sem vaknaði á spurningum í kollinum á mér á þessum fundi, það var alveg ótrúlegt. Ég gat ekkert verið bara að spurja og spurja, en það vöknuðu gríðarlegu fjölda spurningum. Og reyndar vaknaði það með, maður fór miklu, sem sagt, það var svo miklu meira sem þurfti að svara eftir fundin heldur en var kannski fyrir, þegar áður en maður fór á stað í málið. Og ég settist aðeins Excel-skjali í nótt, svona eftir, maður þarf náttúrulega að vinna pólitík í nóttinni, að það skánar svo sem ekkert við það við að bara aðeins að setja þetta í samhengi hlutana, 400 gistirými, 200 hótel, eða semst herbyggi, við erum að tala eins og þetta verið kynnt fyrir okkur 100 herbyggja hótel og 100 herbyggi í stakstæðum húsum, 400 gistirými að tala 16 milljarðar fjárfesting, sem að reyndar svona í samhengi hluta bara benda á að Icelandic Hotel hérna upp frá, það verið talað að það sem fjárfesting upp á 1 milljarð, 100 herbyggja hótelið hérna upp á Brekku. Þannig að svona í samhengi, bara svo maður geti aðeins sett þetta í einhvað samhengi, þá er þetta 16 svoleiðis hótel. Og það sem ég sá líka með þessar tölur sem hafa verið gefnar upp, að þá erum við að tala 80 milljónir raunlega baki hvert herbyggi. Og þetta á þeim tölum og auðvitað, það er kannski ekki endilega verið að hafa áhyggjur af þessum daglega rekstri. Það sem ég, sem sveitarstjórnarmaður og alltaf að hugsa og ég ætla ósammála Reinhart þegar menn ætla ekkert að hugsa framtíða hvað er verið að gera og hver aflinga getur orðið, það finnst mér vera líka tilgangur sveitarstjórnarmaður. Það er aðeins að vera svona eftirlitsaðili í málum og fara í gegnum þau. Og það þykir mér svona, mér finnst nú ansi margir að fara ansi hratt yfir í þessu máli. Þannig ég myndi svona vilja kannski fá þetta hjá hvað þetta var og það sem að Þórður var að tala áðan með þennan jákvæða samfélagslega ávinning og hann var með einhverja hluti og inngrip og annað, en þess að ég get ekki séð að þetta sé nein fordæmi fyrir svipuðu gagnvart íslensku samkeppnisiðnaði og svo bara benda á eitt dæmi. Hvað gerist þá ef þetta rætist ekki með að fá 10.000 kynverja hérna í viku hvern
til að skapa 50% nýtingu, sem þykir nú gott á landsbyggðinni 50% nýting. Við erum með 65% nýtingu í hótelum í Reykjavík. Akureyri bestu aðilinn að fá 55, eða svona kringum 50% nýtingu. Til að ná 50% nýtingu, þá þarftu sem sagt, og miðað við 7 nætur, það hver gisti heila viku, þá þarftu 10.000 kynverur á ári. Ég veit ekki alveg hvað það kemur þessu við, en Eiríkur minn, við skulum aðeins bara slaka. Ég bara, ekki með í liðið eða? En þetta eru 400 gistirými og ef það verður 100% nýting á þeim, þá væri þetta kringum 150.000 gistinætur ári. Til að fá 73.000 gistinætur þá þarftu sem sagt eina Boeing 777 að koma inn á svæðið með 200 manns í hverri viku og allir þurfa að gisti 7 daga, heila viku, til að ná þessum 73.000 gistinætur búið til 50% nýtingu. Þannig að þetta er sko slæmt hvað? Hvað? Nei, ég er aðeins að klára, Halldór. Ég er að segja það sem ég er aðeins benda á. Það er frábært ef það myndi takast. Það var 8.700 kynverjar sem komið fyrir, allt er góð með það. Það snýst sem ekki með neitt þjóðerni eða annað. Það snýst ef dæmi tækist ekki og þetta væri semst, hvað haldið að menn gerir þá? Þá fara menn bara í samkeppni við alla hina. Og hver á að borga þeim öllum laun? Þannig að þegar það skapast, þá eru komin í markaðsbrestin sem ég vil nú aðeins benda mönnum á. Ef það er eitthvað ívilnun í gangi, gagnvart þessum aðila, svo er hann bara komin í samkeppni beint við hina að fylla á hjá sér. Þetta er það sem gerist í ferðaþjónustu, þetta er það sem við erum að upplifa hérna síðustu áratug. Við þekkjum alveg hvernig ástandið í Reykjavík og veturna, þetta er það sem gerist. Það er allir í harðri samkeppni einhvern annan. Þannig að fyrsta, það var kannski helsta sem ég vildi bara, var búin að koma með spurningarnar, en mér finnst bara algjörlega í þessu að mennlega hefði ekki verið mjög ígrundað eða svona komið fram almennilega til að líka annað. Ég hef alveg viljað sjá meiri mann hérna í pallborðið eða konu sem hefði meira svona efasemdir þetta heldur en þetta fólk sem situr hér. Bara til að fá umræðuna fram, en þess að hún verður, sko við erum ekki betri stödd ef allir eru rosalega jákvæðir og annað. Það verður líka að koma fram neikvæð, ef einhverju hafa neikvæð og hverju sem það eru, og síðan þá með eitthvað það er rökstutt, að þeir geta komið fram með það, með sambarnu hættu eins og þeir sem eru jákvæðir. Takk. Já, þakka þér fyrir, Njáll. Ég ætla að leyfa eina fyrirspurn í viðbót ef brennur eitthvað á einhverjum. Svo er ekki. Jú, það er einn þarna og svo er mælendaskrá lokað. Já, takk. Já. Sóli Björk Stefánsdóttir heiti ég. Mér langaði til að spyrja aðalega Þórð út af þessi sem þú varst að ræða með beina fjárfestingu. Og þá langaði mig til að heyra kannski aðeins bara hver er fjárfestingaþörfin á beinni erlendri fjárfestingu og kannski versus hvað segir þið fyrir með innlenda fjárfestingu. Og svo á hvaða stærðargráðu þessi fjárfesting er í samhengi við aðrar beinar erlenda fjárfestingar og í samhengi kannski við aðrar fjárfestingar í þessum iðnaði. Takk. Já, þakka þér fyrir. Þá þarf pallborðið að svara og hver vill vera fyrstur? Þórður, ætlar þú að vera fyrstur? Það er svo mikið á mér. Já, það var spurt hérna svona tímalínuna í þessu eins og það lægi fyrir í dag. Það er mjög líklegt að næstu 2 árin fari í undirbúning hreinlega að þessu verkefni án þess að það séu einhverjar framkvæmdir þar hafnar. Það er bæði skipulagsvinna og umhverfismat sem er framundan væntanlega og líka hönnun á þessu öllu saman og svo samþykktarferli opinberra aðila í kringum það. Þannig að ég á ekki vona að það gerist nokkuð skapaðan hlutur í uppbyggingunni sjálfri á næstu 2 árum. Það er þá fyrst eftir það sem að þessu uppbygging hefst og ef ég man rétt að þá gerist hún nú í einhverjum áföngum líka og að því að einhverju var að tala að hann hugsaði kannski í 50 árum
þá það nú þannig sem Kínverjar hugsa. Þeir hugsa í áratugum en ekki einstökum árum. Og þannig heyrist mér Quang Ngu Bo vera að horfa á þetta. Hann ætlar að byggja þetta upp í áföngum og í takt við það sem að eftirspurn og uppbygging réttlætir á hverjum tíma. Það var líka spurt ívilnunarlöggjöfina og hvort að þarna væri í raun og veru verið að hygla erlendum fyrirtækjum frekar en innlendum. Ívilnunarlöggjöfin bæði fyrir innlend eða íslensk fyrirtæki og erlend. Það engin munur þar á. Og þessir 5 samningar, og ég mun ekki alveg fullyrða að þetta séu akkurat réttu verkefnin sem þarna að ræða, þau hafa öll verið annarkvort í vinnslu eða þeim lokið. Ég get sagt að stál endurvinnslan á Grundartanga, það alíslenskt fyrirtæki. Vörn Global íslenskt amerískt fyrirtæki. Þannig að í þessum 2 tilfellum af þeim 5 sem var nefnt, þar eru íslenskir aðilar inn í myndinni. Nú það var líka talað hættu á markaðsbrest við það að svona fyrirtæki kæmi hér inn í ferðaþjónustuna, hæfi störf og hæfi starfsemi og svo kannski gengi það ekki og þá væru menn komnir í samkeppni. Það nú bara þannig að ef eitthvað gengur ekki þá nú líklega að menn hætti starfsemi heldur en þeir fara að kroppa augun hver úr öðrum hér og allra síst munu menn væntanlega halda áfram með verkefni sem upp á, hvort sem það eru 10, 15 eða 16 milljarðar ef að það ekki að ganga upp. Og þetta eru nýjir markhópar eins og ég kom inn á kannski áðan. Það eru 8.000 Kínverjar sem eru að koma hér til Íslands í dag. Og Quang Ngu Bo að horfa til asíska markaðarins. Hann mun auðvitað fá alþjóðleg fyrirtæki og sérfræði aðstoð við að byggja upp þann markað sem hann vill setja upp hér á Íslandi. Og ég verð að segja alveg svo mér eiginlega alveg slétt sama hvort að hann að hafa áhyggjur af þessu eða hinu í því sambandi. Þetta eru hans áhyggjur. Hann að fórna sínum fjármunum í þetta og það enginn hér á Íslandi að fórna einni einustu krónu í þetta verkefni. Svo ég segi nú bara, leifum manninum að fara af stað og við skulum bara hlusta á það hvernig hann lítur á þetta verkefni og það verða hans áhyggjur hvernig hann ætlar að manna þetta, hvernig hann ætlar að fjármagna það og hvernig hann ætlar að fá erlenda ferðamenn til þess að gista og njóta þess að vera á Grímsstöðum og Fjöllum. Og síðan var spurt beinu fjárfestinguna, arðsemina við auðvitað í okkar ívilnanaferli eða í okkar vinnu að þá fengum við ítarlegar áætlanir frá Quang Ngu Bo sem að byggja á alþjóðlegri reynslu af hliðstæðum rekstri. Við getum ekki sannreynt það hvort að þessi áform ganga eftir. Það bara í hendi hans. Við getum hins vegar alveg sagt það að ef að áformin ganga ekki eftir að þá munu ívilnanirnar heldur ekki verða virkjaðar vegna þess að þetta byggir á því að forsendur gangi nokkurn veginn í takt við það sem að stefnt. Og allar þær ívilnanir sem eru veittar til bæði innlendra og erlendra fyrirtæki í dag, þær eru ekki fjárútlát fyrir ríkið. Þær eru fyrst og fremst ávísun á afslátt af framtíðartekjum sem hugsanlega kæmu inn af þessum verkefnum og þar vinna í raun og veru báðir. Ef að verkefnið gengur vel, nú þá mun bæði sveitarfélög og ríki fá tekjur, framtíðartekjur, en menn leyfa sem sagt ákveði rými í byrjun og veita þá tiltekna afslætti af þessum framtíðartekjum og þannig að báðir hagnast. Fjárfestirinn ber auðvitað sjálfur ábyrgð á öllum sínum verkum, bara eins og í öllum öðrum viðskiptum og ef að samfélagslegur ávinningur virðist vera jákvæður í þessum skilningi að það eru skatttekjur sem koma inn og það eru skatttekjur af fyrirtækinu og skatttekjur af starfsmönnunum, að þá hægt að veita þessa ívilnun. Ef að það hins vegar gengur ekki eftir, nú þá þessi ívilnun dregin tilbaka. Það mjög einfalt. Svo var spurt beina fjárfestingu og svona stærðargráðu í þessu. Þessi fjárfesting upp á 16 milljarðar, það eru
Það eru í ferðaþjónustunni ekki auðvitað sambærileg verkefni sem hér eru í dag. Þau eru kannski upp á 1-2 milljarða. Þessi verkefni sem eru svona hugsanlega í einhverjum pípum. En í samhengi við til dæmis kísilmálmvinnslu þá það 110 milljónir evra. Það einhverjir 15-16 milljarðar. Það svona svipað og hér að ræða. Svo þetta ekkit ólík fjárfesting og fjárfesting í þeim verkefnum sem að hér eru í gangi. Ég veit ekki hvort ég hef náð að svara öllu þessu sem þarna kom fram, en þið áréttið það þá bara. Já, takk Þórður. Ólöf, skulum við svona reyna frekar að stytta mál okkar? Já, Njáll Trausti, þér finnst neikvætt hvað við erum jákvætt, ef svo má segja. Ég veit ekki hvort þú hefur skilið mér rétt, mér finnst mörgum spurningum ósvarað, en ég vil benda ykkur á það að á teikniborðinu og fyrir skipulagi í Mývatnssveit liggur fyrir hótelbygging upp á 60-80 herbergi og það hefur bara enginn talað það. Það sem að ég kannski ósátt við í allri þessari umræðu það að maðurinn kynveri og þess vegna höfum við bara alltaf aðra skoðunar á því heldur ef einhver bílalega í Reykjavík ætlar að byggja hótel í Mývatnssveit. Og mér finnst það fordómar og ég get ekki tekið undir það, en hins vegar mörgum spurningum ósvarað og mér finnst ekki að við eigum að afsala okkur nokkurn sköpuðum hlut. Ég bý í þannig samfélagi að ég búin að horfa upp á það að okkur hefur fækkað. Á 3 árum fækkaði grunnskólabörnum úr 80 í frekar nýlegri skólabyggingu sem var byggð fyrir 100 nemendur í 40 nemendur. Það ekkert gaman að búa í samfélagi þar sem að ljósin slokna í húsunum. Ímyndið ykkur bara, þeir sem búi hér í götunum, að það væri slökkt í öllum húsum nema ykkar í götunni. Það ekkert sérstaklega skemmtilegt eða uppbyggilegt. Og ég vil bara segja að ef við fengjum til dæmis bara 10 kvenfélagskonur, þó að þeir væru kínverjar, ég bara fagna þeim. Takk. Takk Ólöf. Já. Viljið ekki bara ræða þetta á eftir? Ég ekki það að mjölkisflafinn þetta akkur þetta ég ekki með þannig hóttan. En svo Ólöf að koma í þess að ég svara ekki nýtt að ég sem hóttan. Ég bara neita þessu stíl. Þá það komið á hreint. Heyrðu, ég ætla að biðja þig að setjast vinur. Reinhard, gjörðu svo vel. Ég á heima hérna á Eyrinni. Já, bara, við þurfum bara að halda fundarsköpum hérna, vinnur. Þetta hættulausu vinartali. Það alveg vegur frá. Já, sestu þá. Þakka þér fyrir fundarstjóri. Skelega fundarstjórn. Reinhard, gjörðu svo vel. Já, mér langar að koma inn á nokkur atriði. Kannski fyrst, Njáll Trausti, ég taldi mig nú ekki hafa sagt það að við ættum ekki að reyna að spá í það hvað framtíðin bæri skauti sér. Ég held að við séum þá ekki alveg að skilja hvern annan ef að þú skildir mig þannig. Það alveg skýrt í mínum huga og ég held að það hefði komið hérna fram áðan og við höfum lagt áherslu á það í þessari vinnu gagnvart sveitarfélagunum að það eru mjög margir þættir sem þarf að skoða í þessu og það enginn að draga neitt undan í því. Ég var eins og að reyna að lýsa því bara hver staðreyndin í ferli málsins í dag. Hvert menn raunverulega komnir? Það getur nefnilega vel verið að, og það hefur verið í umræðunni, að einhverjir aðstandendur verkefnisins væri komnir fram úr sér. Ég því miður hræddur það að það séu ýmsir aðrir sem eru löngu komnir fram úr sér í málinu. Hljóð! Ef þú getur ekki haldið fundarsköp þá verður ég bara að vísa þig á dyr. Nei, hann ekki búinn. Aðeins næst punkt sem að Bendit var hérna með eru útlendingar vandamál. Ég held að þeir séu ekkert vandamál. Það alveg ljóst í svona stóru verkefni eins og bara öðrum stórum verkefni sem að menn hafa nú meðal annars verið að vinna að hér á þessu svæði og hérna fyrir austan að sjálfsögðu þurfum við að gera ráð fyrir aðflutningi fólks til þess að manna stærri verkefni, einfallega vegna þess að hvað samfélögin eru fámenn fyrir
Og þá minn ég nú bara það sem að Kjartan orðaði nú ágætlega í framsögunni áðan. Byggðavandinn okkar ekki endilega sá að fólk sé að flytja í burtu frá okkur, eins og við viljum ekki hafa neitt í átthagaböndum hjá okkur. Vandinn auðvitað sá að við höfum ekki haft tækifæri til þess að fá fólk til þess að flytja til okkar. Þannig að ég held að það sem að getur laða fólk til okkar, hvað það? Það auðvitað atvinnutækifæri og það fjölbreytt atvinnutækifæri og síðan auðvitað fjölmargir aðri þættir. Ég ætla ekki að fara út í langan fyrirlestur það. Ég puntaði hérna hjá mér áðan, það nefndi það einhver að það verður margir sem vildi að svona verkefni gengur fljótt og vel fyrir sig. Það út af þessi alveg rétt, en ég held að við séum öll sammála það að við erum með áhersluna á vel. Það ekki spurningin að vera fljótur, það spurningin að gera það vel og á þeim tíma sem þarf. Og það engin slíkur asi á ferðinni eins og má ráða af umræðinu. Það held ég að sé bara gríðarlega mikilvægt að hafa það í huga. Varðandi svo uppbyggingu einmitt á þessum innviðum, hvernig sjá menn fyrir sér sorphirðu og svo framvegis. Þetta eru allt út af fyrir sér hluti sem að menn eiga eftir að fara í gegnum og hluti af því sem að heitir umhverfismat svona stórra mála. Liggur meðal annars í því að það þarf að umhverfismeta skipulagsáætlun sveitarfélagsins sem þarf þá að skýra það með hvaða hætti þetta verður leyst bæði tæknilega en líka fjárhagslega og það alveg inn í myndinu og við þekkjum þá öðrum stærri verkefnum að stærri fjárfestar þeir eru að taka, á sig að byggja upp ákveðin hluta af þessum svokölluðu innviðum. Það auðvitað bara þannig, menn þekkja dæmið af því fyrir austan og það hefur alveg verið upp í þessari umræðu hér. Þannig að ég held ég láti bara gott heiti í bili. Já, takk Reinhard. Þórður? Já, bara örstutt, af því að ég held að þessar umræður sem að hafi farið fram hér, það sýni það í raun og veru að þau sveitarfélög sem hafa komið að þessu og atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar og atvinnuþróunarfélag Þingeyinga ásamt fulltrúum Núbórs hafa í raun og veru unnið mjög markvisst og faglegt starf so far. Það ekki í mínum huga nokkuð vafa á því og mér finnst að ég hrósa öllum fyrir það vegna þess að þarna hafa menn hafið sig upp yfir Hrepparík og látið í raun og veru sameiginlega hagsmuni ráða því hvernig tekist á við þetta verkefni. Og ég held að við á Suðvesturhorninu megum alveg horfa til þess að svona samvinna, hún geti skila sér jafnvel betur á milli sveitarfélaga. Ég vildi bara koma þessu á framfæri. Takk. Já, takk. Eru fleiri á pallborðinu sem vilja gjöra svo vel áspil? Ekki bara rétt þess að þarna koma því á framfæri svona í lokin allan frá mínum bæjarstjórnum séð og þeirri vinnu sem við í Markaðsstofu Norðurlands höfum verið að vinna í tengsli við uppbyggingu ferðaþjónustunnar og eflingu hennar hér á Norðurlandi sem byggir auðvitað því að reyna að auka hér beina tengingar við erlend markaðssvæði og þar á meðal meira og aukið flug hérna á Norðurland, þannig við aukum þá gisti nætur og fjölgum ferðamönnum að einhverju marki. Að þá vil ég benda á það að ein besta nýting á hóteli á Íslandi í dag að hana að finna á Hótel Rangá á Rangárvöllum þar sem að hún byggir á því að selja góða þjónustu en á mjög háu verði. Og hann hefur verið með eina hæstu nýtingu á hóteli á landinu samkvæmt þeim tölum sem ég hafi heyrt af núna mjög nýlega. Þannig að ég held að þarna séu ákveðin tækifæri falin í að leita á fjörurnar til nýrra markhópa þess fólk sem vill komast í þessa kyrrð, í þessa töfra, í þennan frið sem að finna á fjöllum og þetta einmitt einhverjur orð þau sem að við í ferðaþjónustu Norðurlandi komumst að hér í febrúar fyrir rúmi ári síðan, 1,5 ári síðan á sameiginlegu fundi hér í Hofi, þá var þetta einhverjur orðin okkar hér fyrir norðan, það var kyrrð, orka, töfrar og það það sem þessi aðilar að leita upp á Grímsstöðum að finna þessa töfra, fá þessa hvíld og þennan frið og mjög þau gögn sem ég fengið að sjá og að kynna mér að þá get ég ekki væntan annað en að vera heilan í því að það sé akkur það sem hann að horfa til og það falli vel af þeirri ímynd sem við viljum sjá hér á svæðinu og þetta sé sátt og samlyndi við samfélagið. Allan munum við með því standa við baki á þessar uppbyggingu og leggja það að mörku sem við getum, það litla sem við getum, með því að upplýsa það sem við erum að vinna hér á svæðinu. Takk fyrir. Já, takk. Já, ég var nú búin að loka fyrir
Ég langar aðeins að segja Ásbjörn að hann fyrir sem við erum að selja hérna fyrir norðan. En nákvæmlega það sem við erum að tala að við erum að selja hérna kyrr. Uppgjöður hérna fyrir norðan. Í kynningu sem haldinn á okkur, fyrir okkur hérna fyrir mánuði síðan, var að uppbyggingu byggingstöðum. Og horfum á Mývatn, það ein útsýnisflugvél til nokkur að vera núna í 10-20 ár. Í kynningu sem við fáum hérna fyrir 2 vikum, það 10 útsýnisflugvélar sem staðsettar á flugvöllum Grímstöð. Þá spyrum það sem bara í framhaldi og einmitt með svona stöðarafstöð sem þú átt að vera með pínu gagnrýni hvað þú átt að segja og aðeins að hugsa. Það kynnin til að tífalda flugvélaflota með þessu svæði og við erum bara með einu. Þetta ekki kynnin sem við erum að selja. Við erum með 100.000 annara konar sem eru njókjað Mývatns, Dettifoss og annara svæði þetta á Norðurlandi eystra og við komum að hætta 10 útsýnisflugvélar við. Þetta náttúrulega bull. Sigurður, við verðum bara að halda annað málþing því að fólk svona rétt að byrja að spjalla saman. Bara rétt þess að árétta það sem ég allan hef heyrt af þessu, reyndar ekki neina 10 flugvélar hef ég nú ekki kannski séð eða heyrt, en þá allan það sem ég hafði upplýsingur þá væri menn að horfa til flugs sem væri til Spitsbergen og jafnvel til Grænlands og semst til svona fjarlægari stað en ekki akkurat niður gljúfurinn í Jökulsá. En þetta verður alltaf að koma inn í þetta mat og þessa stöðu alla sem við erum að skoða og minna enn á það er ekki búið að ganga frá einu þessu sambandi. Þannig að það eru ýmist tækifæri til að koma á framfæri frá einhverjum skoðunum og reyna þá að standa í fæturnar ef við erum ekki sammála þessar uppbyggingum með einhverjum hætti. Þá reynum við að koma því á framfæri og auðvitað lendum við þessu máli í einhverju samkomulagi en ekki með því að gaspra eitthvað út í lofti sem við kannski vitum ekki nákvæmlega hvernig það endar. En með fulli virðingu þá held ég að við verðum einhvern veginn að reyna að vera á þeirri jörð að við reynum að tala okkur niður á niðurstöðuna. Það sé mikilvægast að því öllu. Já, þakka þér fyrir Ásbjörn. Þá held ég að við segjum þessu lokið. Formaður Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar, hann farinn? Hann farinn, heyrðu þá bara lík ég þessu og ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna og ég segi bara við erum að hefja þessi vegferð og það verður komið í ljós hvar við endum en ég segi fundi slitið og takk fyrir.